Oddvitar vinstri flokkana í Reykjavík funduðu í dag mögulegt samstarf í borgarstjórn. Nýr meirihluti gæti verið í burðarliðinu. Forsætisráðherra Ísraels hefur skipað hernum að umkringja Gaza og segir úti vopnahléið ef Hamas-samtökin hafa ekki sleppt öllum gíslum úr haldi á laugardag. Starfsmenn Reykjavíkurborgar byrjuðu í dag að fella tré í Öskjuhlíð til að opna fyrir aðflugslínu að flugvellinum í Vatnsmýri. Samgönguráðherra segir mikilvægt að tryggja sjúkraflug sem fyrst. Formaður Framsóknarflokksins heimtaði afsökunarbeiðni frá umhverfis- og orkumálaráðherra sem sakaði hann ósannsögli úr ræðustól Alþingis. Hefðbundin þingstörf hófust í dag. Flugsveit finnska flughersins hér á landi í loftrýmisgæslu fyrir NATO. Þetta í fyrsta skipti sem Finnar sinna slíku verkefni við Íslandsstrendur frá inngöngu þeirra í bandalagið. Gott kvöld. Oddvitar vinstri flokkana í Reykjavík, Samfylkingar, Pírata, Sósíalista, Flokks fólksins og Vinstri grænna funduðu í dag myndun nýs meirihluta í borginni. Flokkarnir eru með 12 borgarfulltrúa af 23. Og Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður hefur fylgst með framvindu mála í dag. Já, Anna Lilja, nýr meirihluti í burðarliðinu? Já, Birta, svona eitt og annað sem bendir til þess. Nú oddvitar þessara 5 flokka funduðu í allan dag eða svona fram eftir degi á heimili Heiðu Bjargar sem oddviti Samfylkingarinnar. Nú við hringdum ófá símtöl bæði í oddvitana og þá sem við töldum svona geta sagt okkur eitthvað. En mál tóku fyrst að skýrast þegar Dóra Björt Guðjónsdóttir, oddviti Pírata, kom út af fundinum og við byrjum á að spyrja hana hverju væru eiginlega á þessum fundi. Hinar 5 fræknu eru bara búin að sitja og spjalla og reyna að finna út úr því hvernig hægt að koma að róa á stjórn borgarinnar því að konurnar verða að koma og taka til þegar kallarnir eru með vesen og skella öllu í uppnám. Og hvernig gengur þessi tiltakt? Við erum bara rólegar að spjalla. Ég tilbúin til þess að axla ábyrgð og borgarbúar eiga betra skilið en eitthvað uppnám og óstjórn og ringulreið. Þannig að það sem yrði auðvitað liggja fyrir væri bara mjög skýrt plan, aðgerðaráætlun sem væri skýr og flókin. Já, þetta sagði oddviti Pírata í dag. Nú nokkru síðar þá komu oddvitar Sósíalista, Vinstri grænna og Flokks fólksins út af fundinum og nú þær sögðust alla vera að fara að funda með sínu baklandi í kvöld. En við spurðum þær hvort það væri komið nafn á þetta nýja hugsanlega samstarf og spurðum hvort að Valkyrju stjórnin kemi til greina. Það frátekið. Eru þau konar með nafn? Það kryddpíunar. Þreifingar, það ekki kallað það? Jú, það stendur kallað það, en er þetta alvöru þreifingar? Er þetta orðnar formlegar viðræður? Nei, ekki orðnar formlegar. Við vitum ekkert hvað verður. Þetta eru svo kallar þreifingar og þannig staðan núna. Annar fundur á morgun? Ég veit það ekki. Það hefur bara verið spjall, það ekkert formlegt í gangi. Þetta höfum við ólíka skoðanir en það sem skiptir máli náttúrulega alltaf stóra myndin eins og við höfum sagt á mörgum stöðum. Það eru samstarfsfléttinir og það ekki traust. Það bara lykilatriði. Hver verður borgarstjóri? Hvað sagði Dóra? Kannski kona? Hvert sér þú fyrir þessum borgarstjóra? Ég get ekki svara svona. Þannig ég hef allavega ekki áhuga því eins og staðan núna. Hefur áhuga ykkur öðru embætti? Já, örugglega. Já, þarna var nokkuð talað þreifingar og það ljóst að, en það margt óljóst. En verði, ef að næsti borgarstjóri kemur úr hópi þessara flokka, þá líklegt að það verði kona, þar að segja ef nefnann komi svona utan frá. En við höldum áfram að fylgjast með þessu og við kveðjum héðan frá Ráðhúsi Reykjavíkur. Takk fyrir þetta, Anna Lilja Þórisdóttir. En Bandaríkjaforseti hótar því að fjandinn sé laus á Gaza ef Hamas-samtökin sleppa ekki öllum gíslum úr haldi á laugardag. Forsætisráðherra Ísraels tilkynnti síðdegis að vopnahléið sé á enda
ef ekki verður gengið að þeim kröfum. Hann hefur þegar skipað hernum að umkringja Gazasvæðið. Hamas-samtökin sögðust í gær ekki ætla að sleppa gíslum á laugardag því ísraelsk stjórnvöld hafi ekki staðið við sinn hluta vopnahléssamkomulagsins. As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. Mr. President, when you say all hell is going to break loose, are you speaking about retaliation from You'll Israel? find out, and they'll find out too. Hamas will find out what I mean. Hamas segir hótanir ekki skila neinu, gíslarnir fái frelsi, standi Ísrael við samkomulagið. 76 eru enn í haldi, 36 þeirra eru talin af. احنا بدنا نعيش بسلام لا اكثر ولا اقل يعني وقديش يعني بده يهدد يعني اكثر من اللي عملوه ايش بدهم يسووا يعني ايش بدهم يسووا لنا. Nær öll heimili á Gaza eru ónýt eða skemmt og á rústunum vill Trump byggja einhvers konar ríféru og senda íbúa Gaza annað. Hann vill að Egyptaland og Jórdanía taki við fólkinu. Stjórnvöld þar taka illa í það og í dag var Trump spurður hvort hann ætlaði að frista aðstoð til þessara ríkja. Yeah, maybe. Sure. Why not? I mean, if they don't agree, I would conceivably withhold aid. Yeah. Egyptaland og Jórdanía eru ofarlega á lista yfir ríki sem fá mesta aðstoð frá Bandaríkjunum. Aðeins Úkraína, Ísrael og Eþjópía fá meira. Abdullah Jórdaníukonungur mætti til fundar við Trump í Hvíta húsinu nú síðdegis en ekki vitað hvað þeim fór á milli. Meira þessu tengt því utanríkisráðherra Íslands segir stór orðar yfirlýsingar Trumps gefa tilefni til að vera á varðbergi. Virða þurfi sjálfsákvörðunarrétt íbúa á Gaza. Já, þetta gildir náttúrulega það svar okkar sem hefur alltaf verið. Það verða að virða alþjóðalög. Það algjört lykilatriði þessu. Það þýðir líka mannúð, það þýðir virðingu fyrir öllum þeim alþjóðalögum sem bæði Bandaríkin og allar þjóðir hafa undirritað. Og síðan vil ég náttúrulega undirstrika það að við Íslendingar, við erum stuðningsaðilar þess að það verði unnið að tveggja ríkja lausn og ég get ekki sagt að þetta hjálpi til við þá leið okkar. Við undirstrikum líka, hvort sem það var Grænland, hvort sem það er Úkraína og ekki síður Gaza, að það er ekkert þessar þjóðir án þeirra. Og það þýðir líka að sjálfsákvörðunarréttur þessara þjóðar sé virtur. Það er mjög brýnt að það sé haft í huga og það er okkar afstaða. Frá því að Trump tók við völdum í Hvíta húsinu hefur hann látið stórorðar yfirlýsingar falla. Ásamt því að vilja taka yfir Gaza hefur hann talað með sama hætti Grænland og Panamaskurðinn. Þorgerður segir margt hafa breyst á skömmum tíma. Þetta er ekki ástæða til þess að vera hrædd, það er mikil ástæða til þess að vera á varðbergi og já, að taka þá hluti alvarlega. Við þurfum að efla okkur í því þegar kemur að öryggi og vörnum, hvort sem það er í framlögum en líka í það að stjórnsýslan hér verði þannig að hún sé skilvirk og geti svarað einróma og eintóna, að við virðum líka okkar skuldbindingar og tökum fullan þátt í því sem að þarf meðal annars innan Atlantshafsbandalagsins þannig að við notum okkar rödd, hún er mikilvæg, við erum stofnaðilar NATO, við erum röddin við borðið meðal annars sem að ítrekkar mikilvægi friðar, frelsis og lýðræðis í öllum heiminum og sú rödd mun ekki hljóna hvað sem hver segir. Gosið gæti á Sundhnúksgíg og Rauðunni á Reykjanesskaga í þessari viku eða þeirri næstu að mati vísindamanna. Kvika í kvikuhólfinu undir Svartsengi er komin að neðri þolmörkum og GPS-mælingar sína áframhaldandi landris. Síðast gaus í lok nóvember fyrir 2,5 mánuði. Hefðbundin þingstörf hófust í dag og það er óhætt að segja að það hafi byrjað með látum, er það ekki svo, Magnús Geir Eyjólfsson? Jú, heldur betur. Fyrsti liður á dagskrá var óundirbúinn fyrirspurnatími þar sem 6 ráðherrar voru til svara. En stjórnarandstæðingar höfðu nú fyrst og fremst áhuga á því að rekja gardirnar og forsætisráðherra, hvort sem það var Reykjavíkurflugvöll, tollamál eða kennaraverkföll. En áður en til þess kom þá óskaði Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, eftir því að fá að taka til eða bera af sér sakir eftir að Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis- og orkumálaráðherra, sakaði að hafa sagt ósatt í umræðum stefnuræðu forsætisráðherra í gærkvöldi. Í stuttumáli er það tilkomið vegna þess að í ræðudrögunum sem forsætisráðherra sendir þingmönnum með 2 daga fyrirvara, þá var ekkert minnst á verkföll kennara. Og Sigurður Ingi gerir það að umræðuefni í sinni ræðu í gærkvöldi
Nema að í ræðunni sjálfri talar Kristrún vissulega verkvöllinn og það rekur Jóhann Páll ofan í Sigurð Inga. Þetta var deilt í dag og við skulum grípa niður í umræðuna. Hvernig það? Nýjum stjórnarmeirihluta algjörlega fyrirmunað að bera virðingu fyrir einni einustu reglu sem hér í þessu húsi á Alþingi Íslendinga? Að breyta stefnuræðu klárt brot á þingskapalögum og það ástæða fyrir því. Og hún meðal annars sú að það ógeðfellda atriði sem gerðist hér í gær að háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson leiddur í gildru og svo öskrað á hann af samflokksmanni þess sem hannaði gildruna að hafa stigið ofan í hana. En ég skal viðurkenna það að ég kom hér upp til þess að benda hæstvirtum ráðherra á að hann hefði sakað mig hluti sem að ég geri alla jafna ekki. Það að segja að ljúga. Og ég átti satt best að segja von á því að hæstvirtur ráðherra myndi koma hér í ræðustól og biðja mig afsökunar á því og gangast við því að hann hefði gengið á langt. Þannig að ég verð að segja alveg eins og hvort að ef að þetta nýja verklag sem forsætisráðherra ítrekkaði svo oft í ræðu sinni í gær, þá verður fjör í þingsal frá forseta og stundum fundarstjórn. Við þetta má svo bæta að það kom engin afsökunarbeiðni frá Jóhanni Páli og svo myndi forseti Alþingis á að í ræðustól þingsins það talað orð sem gildir. En það líka byrjað að þrefa þingmálin, það ekki? Mikið rétt, fyrsta mál á dagskrá var frumvarp utanríkismálaráðherra bókun 35 sem hefur verið mjög umdeilt á þingi áður. En þetta frumvarp sem lagt svo til óbreytt fram frá síðustu ríkisstjórn og það dróðist teiknaðist upp áhugaverð lína í umræðunum í dag. Þótt máli hafi komið frá fyrir ríkisstjórn þá sögðust þingmenn Framsóknar ekki treysta sig til þess á þessum tímapunkti að segja til hvort þeir muni styðja frumvarpið. Það mátti heyra á þeim að þau voru jú alveg til í það en það gætti ákveðina efasemda. Það komu líka misvísandi skilaboð frá Sjálfstæðisflokknum, Bryndís Haraldsdóttir. Hún lýsti nú bara strax yfir, hún ætlaði sér að styðja frumvarpið en það gætti meiri efasemda hjá Diljá Mist Einarsdóttur sem kannski lengra til hægri í Sjálfstæðisflokknum. Nú, Miðflokkurinn, hann einarður gegn frumvarpinu en það má þó geta þess að einn þeirra sem skrifaði frumvarpið upphaflega Sigurður Andersen, nú þingmaður Miðflokksins. En það var áður hún gekk í Miðflokkinn. Svo Flokkur fólksins sem í stjórnarandstöðu var harður á móti bókun 35 en nú í ríkisstjórn ætlar að styðja málið. Þetta mál var rætt hérna í sirka 3 klukkustundir en nú komið á borð utanríkismálanefndar. Kærar þakkir fyrir þetta, Magnús Geir Eyjólfsson á Alþingi. Starfsfólk Reykjavíkurborgar hóf í dag að fella 50 hæstu trén í Öskjuhlíð. Upplýsingafulltrúi Samgöngustofu segir Isavia þurfa að gera áhættumat áður en hægt að opna flugbrautina aftur. Við erum hérna á vegum borgarinnar að finna þau tré sem munu fara núna í fyrsta hollinu. Þeir reiða sig á mælingar sem Isavia lét gera. Hvernig sér þú trén fyrir skóginum? Já, sko, það ekkert grín að sjá hvort að eitt tré sé hálfum metra hærra lægra en næsta við hliðina á en við verðum bara að reyna að treysta á mælingarnar og gerfunhettana og vera búin að merkja þennan fyrsta skammt áður en þeir mæta með sæðirnar á eftir. Fyrsta verk að fella 50 hæstu trén. Samkvæmt Samgöngustofu skaga fleiri tré upp í hindrunarflutin og verkinu því hvergi nærri lokið. Efla gefur borginni ráð næstu skref. Það þarf að sinna útboðsferlum og finna í þetta kannski stórtækari græjur þegar farið verður í stærri fellingar. Samgönguráðherra hefur átt 3 símtöl við borgarstjóra til að afla upplýsinga auk þess sem hann fundaði með forstjóra Samgöngustofu. Hún grafalvarleg, sjálfsögðu, það er búið að loka einni flugbrautinni og það skerðir flugöryggi í landinu og tala ekki sjúkraflug. Hann segir alveg skýrt að tryggja verði aðflug á austur-vestur brautinni. Ég ætla rétt að vona að það verið sögun og ómörg tré sem það verið opnuð. Hann bendir á að Reykjavíkurborg eigi landið en loftferðalög gildi flugbrautina. Það hefur legið fyrir langan tíma að Reykjavíkurborg ber skylda sagan trén. Sjúkraflug í landinu bara krefst þess og stór hluti landsbyggðin, þetta lífæði landsbyggðarinnar, þessi flugvöllur, varðandi sjúkraflug og innanlandsflug í landinu. Lokun flugbrautarinnar hefur áhrif á 150 sjúkraflug á ári miðað við áætlun Norland Air. Það 1/4 allra ferða miðað við meðalár. Frá árinu 2020 hafa tæplega 2900 sjúklingar verið fluttir með sjúkraflugi til Reykjavíkur og þar af 642 í fyrra. Í 45% tilfella þetta sjúklingar sem þurfa nauðsynlega að komast í bráðaþjónustu á Landspítalinu.
Íbúar á Akureyri og á Egilsstöðum sem fréttastofa talaði við í dag segja mikilvægt að opna flugbrautina sem fyrst. Mér finnst þetta mjög slæmt að sé lokuð brautin. Þetta hamlar fólki utan að landsbyggðinni og allt bara. Sem enga skoðun á því, þannig séð. Þetta er eitthvað sem átti að vera búið að gera fyrir lifandi löngu og þetta hélt ég að hver maður sæi að flugöryggi sitji fyrir öllu og sérstaklega sjúkraflug. Það á ekki vera neins spurning og ég skora á þessa sem að hafa yfir þessa ráða að bara drífa í því. Þetta er óttalega vitleisa, ég held að hljóta að vera að saga sér tré. Það er nóg til að sögum hérna fyrir austan. Mér finnst bara fyrir okkur sem búum hér út á landi, þá þarf það að vera í lagi. Það er bara þannig. Pínu barnalegt ef ég var að segja þetta, bara eins og er. Við erum að tala um mannslíf og við þurfum bara að hafa hlutin í forgangi, sem eiga að vera í forgangi. Mér finnst það heimskulegt að þið skuli ekki vera búin að fella þessi tré og fá til þess verkamenn hérna sem þekkja til hvernig á að fella tré. Varaforseti Bandaríkjanna varar Evrópuríki við of ströngu regluverki á sviði gervigreindar og vill að frumkvöðlar fái lausan tauminn. ESB-ríki sem sögður að hafa sofnað á verðinum í gervigreindar kapphlaupinu ætla að stórauka fjárútlát til greinarinnar. Fjöldi þjóðarleiðtoga og forstjórar stærstu gervigreindafyrirtækja heims komu saman á ráðstefnu í París í dag og í gær. Tilkoma kínverska forritsins DeepSeek fyrir skemmstu sýndi glögglega að gervigreindar kapphlaupið milli Kínverja og Bandaríkjamanna er hafið. En hvar standa Evrópuríki í því kapphlaupi? I hear that Europe is late to the race, while the United States or China have already gotten ahead. I disagree. Because the AI race is far from being over. Truth is, we're only at the beginning. Von der Leyen kynnti ríflega 200 milljarða evra fjárfestingar ESB-ríkja og gestgjafinn Frakklandsforseti segir að stefnt sé að 100 milljarða fjárfestingu þar í landi. Et les chiffres que je viens de rappeler montrent aussi, je m'en félicite, ce réveil européen et cette volonté d'en être. En regluverk ESB gervigreind sem lögfest var í fyrra í augum sumra samkeppnisletjandi. Varaforseti Bandaríkjanna segir mörg fyrirtæki ekki leggja í starfsemi í Evrópu af ótta við sektir í flóknu lagaumhverfinu. Now, for some, the easiest way to avoid the dilemma has been to simply block EU users in the first place. Is this really the future that we want? Ladies and gentlemen, I think the answer for all of us should be no. Frakkland, Indland og Kína eru meðal þeirra ríkja sem skrifuðu undir samþykkt við lok ráðstefnunnar í dag siðferði við þróun gervigreindar. Bandaríkjamenn og Bretar skrifuðu ekki undir. Yfirmaður finnskrar flugsveitar sem sinnir loftrýmisgæslu fyrir NATO hér á landi segir viðveruna marka mikilvæg tímamót. Flugsveitin telur 50 manns og er þetta í fyrsta sinn sem finnski flugherinn sinnir þessu verkefni við Íslandsstrendur frá inngöngu Finnlands í Atlantshafsbandalagið árið 2023. Fyrirkomulag viðveru flugsveitarinnar verður það sama á síðustu ár og í samræmi við varnarþörf landsins á friðartímum. It is surely a milestone for us. First time we are here for NATO air policing in Iceland, and first time we are as a leading nation. We have been air policing a few times before, but this is our first time here. Flugsveitin samanstendur af 4 finnskum F-18 Hornet orustuþotum og hefur aðsetur á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli ásamt flugsveitum aðildarríkja NATO sem sinna kafbátaeftirliti. Loftrýmisgæslunni lýkur í lok febrúar. This is really important for Finnish Air Force to show the commitment on the NATO's collective defense and peacetime missions here in Iceland this time. Aðstæður til flugs hér á landi séu þó allt aðrar en heima fyrir. Cold is not a surprise for us, but the heavy wind as now and the Atlantic Ocean, the rough seas is quite a different, and the high terrains, high mountains over there, that's the biggest difference. 112 dagurinn í dag og skyndihjálparmaður ársins var útnefndur. Neyðarlínan stóð fyrir dagskrá og Rauði krossinn útnefndi þau Elínu Ragnarsdóttur, Guðrúnu Narfadóttur og Hinrik Þráin Örnólfsson saman sem skyndihjálparmann ársins. Synir Guðrúnar tóku við viðurkenningunni fyrir hennar hönd. Í fyrrasumar björguðu lífi Hrafnkels Reynissonar sem hafði fengið hjartaáfall út á götu í Reykjavík. Saman hnúðuðu þau og blésu lífi í Hrafnkel sem var viðstaddur viðurkenninguna í dag.
Kastljósið á dagskrá venju samkvæmt hér á eftir. Hver eru viðfangsefni kvöldsins, Guðrún Sóley? Við ætlum að ræða við Snædísi Ósk Aðalsteinsdóttur sem efnileg fótboltakona sem veiktist alvarlega af átröskun og var 30 kíló þegar verst lét. En hún skrásetti dag í sínu lífi á þeim tíma gegnum myndskeið sem sláandi að sjá. Svo ætlum við að fara yfir í allt aðra sálma og heimsækja leikritið Heim í kassa Þjóðleikhússins sem það var frumsýnt á dögunum. Missum ekki því. Takk Guðrún Sóley. Og þá að veðri. Hæð fyrir norðanland og lægðarsvæði suður í hafi beina til okkar austlægri átt næstu daga. Nokkuð stífur vindur sunnanlands og dálítil væta en hægari og yfirleitt þurrt fyrir norðan. Hiti að 7 stigum. Það er Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer yfir horfur næstu dagar loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Mikil spenna var á HM í alpagreinum í dag þegar í fyrsta sinn var keppt í liðakeppni Alpa tvíkeppni. Besta skíðakona sögunnar stal senunni í endurkomu sinni. Luka Doncic spilaði fyrsta leik sinn með LA Lakers í NBA-deildinni eftir óvænt og býsna umdeild skipti hans frá Dallas í síðustu viku. Og eini frambjóðandinn til formanns HSI til þessa segir fjármálsambandsins vera stærsta málið sem taka þurfi á. Hann vill byggja á styrkum grunni fráfarandi formanns. Þetta og meira til í íþróttum eftir andartak. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Oddvitar vinstri flokkana í Reykjavík funduðu í dag mögulegt samstarf í borgarstjórn. Nýr meirihluti gæti verið í burðarliðinu. Forsætisráðherra Ísraels hefur skipað hernum að umkringja Gaza og segir úti vopnahléð ef Hamas samtökin hafa ekki sleppt öllum gíslum úr haldi á laugardag. Starfsmenn Reykjavíkurborgar byrjuðu í dag að fella tré í Öskjuhlíð til að opna fyrir aðflugslínu að flugvellinum í Vatnsmýri. Samgönguráðherra segir mikilvægt að tryggja sjúkraflug sem fyrst. Formaður Framsóknarflokksins heimtaði afsökunarbeiðni frá umhverfis- og orkumálaráðherra sem sakaði hann ósannsögli úr ræðustól Alþingis. Hefðbundin þingstörf hófust í dag. Flugsveit finnska flughersins er hér á landi í loftrýmisgæslu fyrir NATO. Þetta er í fyrsta skipti sem Finnar sinna slíku verkefni við Íslandsstrendur frá inngöngu þeirra í bandalagið. Þessum fréttatíma er að ljúka og komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Sjáumst þá, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Lesið í beinin. Í myndinni er danska erfðafræðiprófessornum Eske Willerslev fylgt eftir í 10 ár við rannsóknir á fornum beinum í Norður-Ameríku. Í vonum að finna svör við spurningunni hverjir voru fyrstu Ameríkanarnir. Hljómsveitin 2. Lífið í symfóníuhljómsveit hjá stórri danskri menningarstofnun er ekki alltaf dans á rósum. Ludwig. Breskir gamanþættur einfæran John Taylor sem gefur út þrautabækur undir dulnefninu Ludwig.